Gleðilegan hvíldardag og velkomin öll sömul. Feliz Sabbath, Happy Sabbath. Við ykkur öll hjartalega velkomin og við skulum hefja stundina á því að leggja hana í bæn. Kæri himneski Faðir, við biðjum þig að blessa þessa stund og vera með okkur. Við biðjum þig að leiða hvern og einn sem hér. Við biðjum þig að vera með þeim sem eru á leiðinni og við biðjum þig líka sérstaklega að vera með þeim sem horfa á okkur heiman frá eða seinna. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Við skulum hefja stundina á því að syngja salmi númer 327 að fullu og öllu. 327. Já, við skulum syngja áfram saman og syngja salmi númer 225, Allfrjáls. Salmi. Stríða okkur, þeir náðu ekki að skipta glæru. Það var stundum sem að
sálmabækurnar eru betri því að það er alltaf hægt að skipta blaðsíðu það sjálfur. En við skulum lesa ritningalesturinn og ég bið ykkur að rísa á fætur með mér. Ritningalesturinn fyrir daginn í dag sem að Ósi hefur valið fyrir okkur er úr Mattheusar Guðspjalli, 28. kafla. Mattheus 28, vers 19 og 20. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Amen. Þeir sem treysta þið til, mega krjúpa með mér til bænar. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir alla þínar blessanir, alla þínar gjafir, þínar miklu náð og þínar miklu miskunn. Við þökkum þér fyrir krossdauða Jesú Krist sem gefur okkur eilíft líf í þér. Kæri Faðir, við biðjum þig á sama tíma að fyrirgefa okkur þegar okkur verður á, okkar mistök og yfirsjónir. Kæri Faðir, við biðjum þig að gera okkur sem hrein eins og hreinasta mjöll, eins og við sungum áðan. Að við mættum vera alfrjáls í þér. Kæri Faðir, ég vil leggja bænarefni sem á hjörtu okkar í þínar hendur. Kæri Faðir, þú þekkir aðstæður hvers og eins. Þú þekkir líf og hvers og eins. Þekkir nafn og þú hefur talið jafnvel höfuðhárin. Kæri Faðir, við biðjum þig að blessa sérstaklega þessa stund hér og gefa okkur ríkulega á þínum heilaga anda. Við biðjum þig sérstaklega fyrir Ósi sem mun tala til okkar. Kæri Faðir, við biðjum fyrir safnaðarstarfinu hér og á Íslandi og allan heim. Kæri Faðir, við lifum í heimi sem eitt sinn var fullkomin en það ekki lengur og við biðjum þess að þú komir tilbaka. Kæri Faðir, við biðjum þig að þú megir gefa okkur frið í hjörtum og vera með okkur við finna návist þína. Við leggjum ráðamenn og þjóðar og lands í þínar hendur að þeim megi taka góðar ákvarðanir þjóðinni til heilla. Já, kæri himneski Faðir, umfram allt, þá leggjum við okkur í þínar hendur og biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Við skulum þá syngja sálminn nr. 201, Blíðlega laðandi Kristur nú kallar.
Já, hann kallar og hann vill fá okkur heim. Það komið að því að við tökum upp gjafir. Að þessu sinni renna gjafirnar í safnaðarsjóð sem eru nýttar til þess að halda húsnæði hér og til að styðja við safnaðarstarfið og þetta að sjálfsögðu frjáls framlög. Við skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við byggjum þig að blessa þessar gjafir og margfalda þær þegar með vera starfinu þínu til framdráttar í Jesú nafni. Amen. Jæja, krakkar. Þá komið að því við syngjum barnasalminn Jesús hann oss elskar öll og eftir kemur síðan barnasagan. Jæja, krakkar, ef þið ekki komið fram, þá komið endilega fram núna. Nú komið að barnasögunni. Good morning. Góðan daginn. Hello. Hei. Today I'm not going to tell you this story for children. Í dag ætla ég ekki að segja ykkur sögu fyrir börn. I'm going to invite somebody else. Ég ætla að bjóða einhverjum öðrum. Okay, Elias?
Elias, por favor. Precisa. Elias. Microphone. Yeah. Aló. En esta mañana quiero compartir con esos lindos niños que están aquí Me una langar, historia que la escuché en Siria, en Arabia, cuando fui el año pasado. mig langar að deila með ykkur sögur sem að kemur frá Y Sýrlandi. me llamó la atención Señor Elias, tengo que tener tiempo para traducir al inglés y al islandés. porque Já, og hann fór til Sýrlands í fyrra og þá heyrði hann sögu sem hann ætlar að segja ykkur í dag. El señor Elias, hann ætlar að segja, he's going to tell us a story from Syria. allá en el Medio Oriente, a donde somos nosotros, todavía los hermanos cristianos, entre comillas, católicos y ortodoxos, Já, þarna í Sýrlandi ennþá til fólk sem er kristið, bæði rétttrúna kirkja og kaþólskir. There is also still in Syria Catholics and Orthodox and other Christians. celebran la Pascua, la Semana Santa, Og þeir halda upp á páskahátíðana matando un corderito. með því að slátra lambið. They celebrate the Easter by slaughtering a Un lamb. costumbre que lo trajeron ellos del tiempo antiguo. ¿Cómo? Un costumbre Já, que lo trajeron ellos já. del Antiguo Já, Testamento prácticamente. þetta er bara gömul hefð. It's an old custom. Pero todavía se practica eso con los hermanos católicos ortodoxos allá en Siria. En bæði kaþólskir og orthodoxir þeir gera þetta í Sýrlandi enn þann dag í dag. The Orthodox and the Catholics still do this today. Un señor estaba con su esposa y con sus hijos Einn maður frá Sýrlandi var með konu sín og börnum. y le dice, One man was with his hijos, este año no eh, tengo suficiente dinero para comprarle un cordero. Já, nú er ég alveg ringluð. Estoy todavía confundida. Í dag þá var eiginmaðurinn sem sagði við fjölskylduna sína: ég á ekki pening til þess að kaupa lambið þessa páska. A husband told his family, I don't have money to buy the Easter lamb this year. Entonces, los muchachos se sintieron así como tristes, porque allá los muchachos, el principal de ellos, la Pascua, es el corderito. Og þá var fjölskyldan voðalega leið. The family was very sad because of this. Entonces, la esposa lo llama y le dice, mi amor, ven acá. Og eiginkona segir: komdu hérna, kæri minn. Y yo tengo cuatro porcelas que tú me regalaste cuando nos casamos. Quattro qué? 4 porcelitas de oro Já, que yo tengo cuando nos casamos. já, konan sagði við hann: Vamos a vender una y compramos el corderito a los Ya. muchachos. Já, hún sagði að ég á ennþá þessi armbönd, 4 armbönd sem þú gafst mér þegar að við giftum okkur. Ég ætla að láta það fá 1 og þú getur keypt lambið fyrir þann pening. Entonces le dice, bueno, mi amor, está bien. Og hann sagði: já, allt í lagi, elskan. Se fueron, vendieron una porcelita de oro que tenía la mujer Og y compraron un corderito. þau seldu armbandið og keyptu lambið. Cuando venían para la casa, casi llegando a la casa, Þegar þau voru að koma heim,
el cordero se suelta de la mano del Señor y sale corriendo. Þá losnaði lambið úr höndum mannsins og, og lambið hljóp í burtu. El Señor corre, el cordero corre, Og maðurinn hljóp á eftir lambinu. como 1,5 cuadras. Í alveg bara nokkra götur. Y de repente el cordero se mete en una casa Og allt í hennu fer lambið inn í eitt húsið que tiene una entrada así como un corredor largo, þar sem að var svona langur gangur. mientras que el Señor entra a la casa, atrae al corderito y el corderito llega a la sala. Og meðan að maðurinn að elta lambið þá það komið alla leiðin í stofu. Y cuando el cordero llega a la sala, Og él þegar, escucha que los niños, un aplauso fuerte y decían, gracias a Dios, Dios nos mató al corderito. já, og þá heyrir maðurinn allt í hennu það klappað og það sagt Guði sé lof að við erum komið með páskalamb. Cuando el hombre escucha eso, Og þegar él se frena maðurinn heyrði þetta y sigue escuchando a los niños diciendo que Dios tan maravilloso nos mandó al corderito. og þegar maðurinn heyrir að börnin að segja í fjölskyldinu mikið Guð Y góður að eso gáfa. quiere decir que él entendió que los niños estaban orando y pidiéndole a Dios un corderito. Og hann skildi þá að börnin voru búin að biðja Guð lamb og þarna væru þau komið með lambið. El hombre le dio cosa entrar y decirle, no, es el corderito mío. Og hann fannst leiðilt að fara inn og segja, heyrðu, ég á þetta lamb. Le dejó el corderito a esos niños y regresó a la casa sin el corderito. Og hann gaf börnunum lambið og fór svo bara heim til sín. Cuando llega a la casa, la señora dice a los hijos, papá, ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero? Og þegar hann kemur heim þá var hann spurði, pappi, hvað er lambið? Y le dice, siéntese, ya lo voy a echarle cuento y yo sé que ustedes me van a apoyar por eso que hice. Og Pero hann ¿qué sagði, pasó? fáðu ykkur bara sæti, ég ætla að útskýra fyrir ykkur og þið munu skilja þegar ég er búin að útskýra. Cuando yo estaba llegando contigo aquí en la casa, el cordero se me soltó y se fue corriendo, yo atrás de él. Þegar ég var að koma hérna þá hljóp lambið í burtu og ég á eftir lambinu. Y cuando de repente él se mete a una casa Allt í hennu fór lambið inn í eitthvað hús y yo escucho a los niños con un aplauso fuerte diciendo que Dios nos mandó el corderito. og ég heyrði börnunum klappa og segja, Guð senda okkur lamb. Y me dio cosa decirle que ese corderito es mío. Og mér fannst svo leiðilt að segja þeim að ég ætti lambið. Se la dije a ellos. Þannig að ég skildi það bara eftir. Yo sé que no era decisión mía 100% porque tú vendiste la bolsera para comprar ese cordero. Ég veit nú að ég átti kannski ekki að vera svo einu sem tók þessu ákvörðun því þú kom Pero með góð no me sæl. quedó más remedio sino dejarle ese corderito a esos niños. No Así- podía quitarle la alegría de esos niños. Af því að þú seldir arbandið þitt en ég vildi ekki taka gleðina frá börnunum. Y la señora dice, está bien, mi amor, tranquilo, no pasó nada. Og konan sagði allt í lagi, allt í Hiciste lagi. hiciste bien. Yo también tuviera por ti, lo fuera hecho lo mismo. Og ég hefði gert það sama, sagði konan hans. El otro día, Og næsta dag, en la mañana, ese señor sintió de ganas de salir de la casa. þá langaði mannin að fara út af heimilinu. Estaba como medio molesto que con los niños, que le van a preguntar que el corderito, que qué pasó con el corderito, que por qué dejaste el corderito, y ahorita como vamos a pasar la Pascua sin el corderito. Og hann var að hafa áhyggjur af því að börnin myndi suða að fá lamb fyrir páskana. El hombre sale a una plaza cerca de la casa y se siente un banquito. Og hann fór á torgið og settist þar niður. Y de repente ve un camión lleno de corderito, Og svo sér hann stóran trukk fullan af lömbum. porque la gente allá del campo, antes de la Pascua, de 3-4 días, traen camiones del campo y lo venden ahí en la ciudad a la gente por la Pascua. Af því að bændurnir komu alltaf með lömbin rétt fyrir páska til að selja þau í borginni. Y ese hombre se acerca al camión Og, y mira un corderito igualito que el cordero que había dejado a los niños ayer. og svo lappa maðurinn að þessum stóra trukk og sér eitt lamb sem var alveg eins og lambi sem að hann hafði gefið. El dueño del camión estaba tomando un café al frente, vino corriendo, a la orden, a la orden.
Og sá sem var að keyra trukkinn kom hlaupandi og sagði, hvað get ég gert fyrir þig? Le dice, no, 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 gracias amigo, yo lo voy a comprar. Og hinn sagði, nei, ég get ekki keypt það. Solamente me llamó la atención ese corderito que está aquí. Ég ætla ekki að kaupa, en mér finnst þetta lamb svo sérstakt hérna. Le dice igual, le dice, este corderito que está aquí. Það meina þetta lamb hérna, já. Cuando de repente ve que el dueño del camión suba al camión y baja el corderito. Og þá fer eigandi trukksins upp í Le dice, bílinn amigo, yo no tengo dinero, yo no voy a comprar. Le dice, no, usted ganó el corderito. og hann ætlaði að gefa hann lambið. Pero ¿cómo eso? En af hverju, sagði hann. Le dice, ayer, anoche, cuando subimos los corderitos al camión, yo y mi esposa, hicimos una promesa de que la primera persona que llega y pregunta por ese corderito, se lo vamos a regalar. Við vorum búin að lofa okkur, ég og konan mín, að þegar við vorum búin að setja öll lömbin á vagnin, El hombre quedó maravilloso að þetta y miró lamb, hacia arriba y dijo, Señor, að þetta qué lamb, grande eres tú. að þetta lamb ætlum við að gefa þeim fyrsta sem að kæmi að trukknum til að Y biðja le lamb. echó el cuento al dueño de los corderitos. ¿Qué le pasó anoche con el cordero que había comprado? Og þá sagði maðurinn þessum manni sem átti öll þessi lömb söguna það sem hafði gerst fyrir lambið hans daginn áður. El hombre se fue a la casa con ese corderito lleno de alegría, Hann fór svo glaður heim með lambið sem hann hafði fengið dándole gefs gracias a Dios. og þakkaði Guði fyrir. Como Dios es maravilloso, mis hermanos. Hvað Guð góður. Como Dios muestra su amor en ese momento, como Dios obra a las personas que da. Hvernig Guð vinnur fyrir þá sem eru Por eso en gjafmiklir. la Sagrada Escritura dice que más vale dar que recibir. Og þess vegna segir Biblían það sælla að gefa en þiggja. Qué bueno saber que mis hermanos, que las cosas de Dios son así. No siempre lo que damos, el Señor nos da igual. Puede ser que nos dan salud, le dan un cuidado, le dan muchas cosas que no sea el mismo. Pero esta vez le dio el mismo cordero que le había dejado a esos niños. Le entregó un corderito igual. Og alveg eins lambi sem hann hafði Qué gefið, grande es el Señor. alveg eins lambi sem hann hafði gefið, fekk hann gefins að því að Guð svo góður við okkur. Thank you, Elias. Takk fyrir Elias, gracias Elias. I would like to ask you to open the Bible in Exodus 3. Við skulum opna biblíurnar okkar í annarri Mósebók 3. kafla. The word of God today is going to be in these two chapters 3 and 4. Já, ég mun predika upp úr þessum köflum tveimur, 3. og 4. kafla. There was one man that was missionary, Það var trúboði einn and he was working in one tribe of people that live in the Africa. og hann var að vinna meðal frumbyggja í Afríku. And there are many tribes that live close to each other there in Africa. Og það voru margir ættbálkar sem að bjuggu nálægt hvor öðrum þarna í Afríku. But there are tribes that they are not friends, they are enemies. En þessar ættbálkar voru ekki vinsamlega við hvern annan, þeir voru óvinnir. And one day, one enemy tribe just stole one little girl from another tribe. Og einu sinni var einni stúlku stólið frá einum ættbálk af öðrum ættbálk. And the missionary that was working the tribe said, let's go and rescue this little girl from this Og tribe. trúboðinn sagði, við skulum fara og bjarga þessari stúlku frá þessum ættbálk. They went there with somebody that was going to translate him. Og þarna fór hann með einhverjum sem ætlaði að túlka fyrir hann. And they came there with many things to negotiate to bring the little girl back.
Og hann kom með alls konar til þess að versla við þá til þess að geta fengið stúlkuna aftur. And when they came to the tribe, they were talking, and the time passed by and it was night time. Og svo komu þeir þarna og voru að mikið að ræða málin og það kom svo kvöld And they had to sleep in this place. og þeir þurftu að gista þarna. And when they were sleeping in the floor of one tent, Svo sváðu þeir þarna inn í einu tjaldinu they woke up in the night og vöknuðu svo nóttina because the tribe was just playing a lot of high music and shouting and singing very loud at midnight. og því að það var rosa mikill trommusláttur og mikill söngur og læti og tónlist miðjanóttina. And the translator said to the man, Og þá sagði túlkurinn við manninn, they are singing because they are going to kill us. þeir eru að syngja vegna þess að þeir eru alltaf að drepa okkur. And they just kneel down to pray to God about it. Og þá fóru þeir á hnén og báðu til Guðs varðandi þetta. And they pray, and then they stood up and said, well, if they're going to kill us, let's go, just go out. Og þeir stóðu upp og hugsaðu, sögðu, þeir eru alltaf að drepa okkur, þá skulum við bara standa á fætur og fara út. And the missionary that was working that went out with the closed eyes. Og trúboðinn fór út með lokuð augun Because he said, they're going to kill me. I don't want to see when they just hit me with the knife. og fyrst þeir ætla að drepa mig, þá vil ég ekki sjá þegar þeir stinga mig með hníf. So he went there with closed eyes outside. Fór út með lokuð augun And he waited, og beið and he waited, og beið and nothing happened. og ekkert gerist. Then came the guy that was interpreting him outside with him Og svo kom hinn túlkurinn með honum and talked to him. Then he opened the eyes. og talaði við hann og þá opnaði hann augun. And he opened the eyes. He saw that everyone that was there in the tribe was kneeled down with the face down in the floor. Og hann sá alla í ættbálknum vera á hnjánum og með andlitið niður á jörðinni. And he said to the missionary, Og hann sagði við trúboðan, they are thinking that you are God. þeir halda að þú sért Guð. So they are not going to kill you. Þannig að þeir mun ekki drepa þig þar alveg. Because when you went out of the tent, Því að þegar þú fórst út úr tjaldinu, they saw two very high men with white and with some big machine in their hands going out with you. og af því að þeir sáu þegar þú komst út úr tjaldinu, þá voru tveir risastóri einstaklingur beggja megin við þig í hvítu með einhvers konar risastóra vél. So the angel was with him when he went out of the tent. Þannig að engillinn var með honum þegar hann fór út úr tjaldinu. So this is when we are doing the work of God. Þegar við erum að starfa fyrir Guð, God is with us. þá Guð með okkur. And he sent his angels to protect us. Og hann sendir englar sína til að vernda okkur. And he's calling people today to do the job also. Og hann að kalla einstaklinga í dag til að starfa fyrir sig. And he promised that he's going to be with us. Og hann lofar okkur að hann muni vera með okkur. See the call of Moses here. Sjáum hérna varandi Móse. He was in the desert working, taking care of the sheep of his father-in-law. Hann var í eyðimörkinni að passa upp á tengda föður síns. And then he was just walking with the lamps and he saw something burning. Og hann var að ganga með lampanum og sá allt í henni eitthvað var að brenna. It was a bush. Þetta var runni. And he saw that the bush was burning with fire but didn't consume. Og hann sá að eldurinn var að brenna í runnanum en runnin brann ekki. And he said, I'm going close to see what's happening. Og hann sagði, ég ætla að fara nær og aðtöga hvað í gangi. And when he came close, Þegar hann kom nær, the Bible says that he heard a voice. þá heyrði hann röddu, segir Biblían. And it said, Moses, don't come close. Móses, ekki koma nær.
because this place is a holy place. því að þú ert á heilari grundu. Take your shoes from your feet Farðu úr skónum because you're on a holy ground. því þú ert á heilari grundu. And then when he saw that, Þegar hann sá þetta and God talked to him, og Guð talaði við hann, God just said to him something very special. þá sagði Guð eitt eða mjög sérstakt. Verse 7 to 9. Ef við förum í vers 7-9 í 3. kaflanum. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. Drottinn sagði, ég hef sannlega séð ánauð þjóðar minnar í Egyptalandi og heyrt hversu hún kveinar undan þeim sem þrælka hana. Ég veit hversu bágt hún á. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up from the land to a good and a large land, to a land flowing with milk and honey. Ég ofan farin til að frelsa hana af hendi Egypta og til að leiða hana úr þessu landi og til þess land sem gott og víðlent, til þess land sem flýtur í mjólk og hunangi. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Nú með því að kvein Ísraelsmanna komið til mín og ég auk þess hef séð hversu harðlega Egyptar þjaka þeim. So then God said to him in verse 10, Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Og þá segir Guð í versi 10, Þá far þú nú, ég vil senda þig til Faraós og þú skalt leiða þjóð mína, Ísraelsmenn, út af Egyptalandi. So when God wants to do something for the people, he needs people to do for him the job. When God needs to do something for somebody, Já, þegar Guð þarf að gera eitthvað fyrir eitthvað, he needs somebody to go for him. þá þarf hann á einhverjum að halda til þess að fara fyrir hann. And so he asked Moses to go and do the job. Þannig að hann bað Móse til að gera þetta starf. But what happened when God called Moses to go out and do the job? En hvað gerðist þegar að Móse var beðinn að fara? So let's hear what did Moses says to God. Við skulum að tók hvað Móses svaraði Verse 11. í vers 11. But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt? En Móse sagði við Guð, hver ég að ég fari til funda við Faraó og að ég leiði Ísraelsmenn út af Egyptalandi? Have you ever happened something like that with you? Hefur þetta gerst einhvern tíma fyrir þig? That when God called you to do something, you say, Lord, myself. Þegar að Guð kallar ykkur til að gera eitthvað og þið segir ég I'm so weak. I'm nobody. er engin. Why me? Af hverju mig? And then Moses said that to God, and Moses said something else to God. Móses sagði þetta við Guð og hann sagði líka annað Verse 13. í 13. versi. Then Moses said to God, Indeed, when I come to the children of Israel and say to them, The God of Israel, Father, has sent me to you, and they say to me, What is his name? What shall I say to them? Móses sagði við Guð, en þegar ég kem til Ísraelsmanna og segi við þá, Guð feðraðir sendi mig til yðar, og þeir segja við mig, hvert nafn hans, hverju skal ég þá svara þeim? Moses was just saying, if I come there, and they're going to ask, who sent you here? Þannig að ef ég kem til yða og þeir spyrja, hver sendi þig? And then Moses said something else to God. Og svo sagði hann annað við Guð. Now we are going to read chapter 4, verse 1. Við skulum fara í 4. kaplan og 1. versið í annarri Mósebók. Then Moses answered and said, But suppose
they will not believe me or listen to my voice. Suppose they say, the Lord has not appeared to you. Móses svaraði og sagði, sjá, þeir munu eigi trúa mér og eigi skipast við orð mín, heldur segja, Guð hefur ekki birst þér. So Moses will say, they won't believe me. I can go there and talk with them and say to them what you said to me, but they say, no, we don't believe in you. Hann sagði, ok, ég fer þangað, en þeir munu ekki trúa mér. And then Moses said something else to God, verse 10, chapter 4, verse 10. Og svo förum við í 10. vers í 4. kaplanum. Then Moses said to the Lord, oh my Lord, I am not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. Þá sagði Móse við drottin, æ drottin, aldrei hef ég málsnjall maður verið, hvorki áður fyrr, né heldur síðan þú talaði við þjón þinn, því að mér tregt málfæri og tungutak. So God was asking Moses, and Moses was just giving excuse. He said, Lord, I'm not eloquent. I don't have not even words to say to these people, go out. Og hann var að segja við Guð, koma með alls konar afsakanir og segja, ég er ekki einu sinni málstjáln, ég hef engin orð til að segja við fólki. And then verse 13, what he said to God, 4:13, but he said, oh my Lord, please send somebody else, not me. En hann svaraði, æ drottin, send þú eitthvað annan, ekki mig. In Moses' eyes, he was not the person that could do this job. En í augum Móse þá var það greinlegt að honum fannst hann ekki vera hæfur í starfið. And he said, I am not able to do this job, Lord. Ég get ekki gert þetta, drottin. Just why he gave all this excuse to God. Hann kom með allar þessar afsakanir. Who am I? Hver er ég? They will not believe me. Þeir mun ekki trúa mér. And I'm not eloquent. Ég er ekki málsnjall. It's better to send somebody Það else. betra að senda einhvern annan. Did God accept the excuse of Moses? Og sætti Guð sig við þessar afsakanir. What did he say to Hvað Moses? sagði hann við Móse? What was the solution that God had for Moses? Hver var lausnin sem Guð var með fyrir Móse? And also, when we give excuse to God, does God have a solution for our excuse? Og ef við komum með afsökun til Guðs, Guð þá með eitthvað skona lausn við þeirri afsökun? See, the first excuse Moses gave, who am I? Fyrsta afsökun var, hver er ég, sagði Móse. Then the solution of God is in verse 12. Þá lausn Guðs í versi 12. So he said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Þá sagði hann, sannlega mun ég vera með þér og það skalt þú til marks hafa að ég hef sendt þig að þá þú hefur leitt fólki út af Egyptalandi muni þið þjóna Guði á þessu fjalli. So the first solution, who am I? Fyrsta lausn við því sem Móses sagði, hver er ég? God said, I'm going to be with you. Að Guð segir, ég mun vera með þér. So when God asks us to do something, he always is with us. We are never alone. Þegar Guð biður okkur að gera eitthvað, þá hann alltaf með okkur, við erum aldrei ein. And then if people ask, who sent you? Og ef fólk spyr, hver sendi þig? Then the solution that God gave to Moses, verse 14 and 15. Að lausnin sem Guð gefur Móse í versi 14 og 15. And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am who I am. Þá sagði Guð við Móse, ég sá sem ég og hann sagði, svo skalt þú segja Ísraelsmönnum, ég sendi mig til yðar. So God was saying, I am the Lord, the Savior, and I send you,
and I'm going to be with you. Og Guð var að segja, ég drottinn og ég Guð þinn og ég að senda þig. But if they don't believe, En ef þeir trúa ekki, chapter 4, verse 2 and 3. ef við förum í 4. kafla, vers 2 og 3, So the Lord said to him, þá sagði drottinn við hann, what is that in your hand? He said, a rod. And he Hva- said, cast it to the ground. So he cast it on the ground, and it became a serpent. And Moses fled from it. hvað er það sem þú hefur í hendi þér? Hann svaraði, stafur er það. Hann sagði, kasta þú honum til jarðar, og hann kastaði hann til jarðar, og stafurinn varð að höggormi, og hrökk Móse undan honum. God was saying to Moses, I'm going to do miracle to set free my people from Egypt. Guð var að segja Móse að hann myndi senda kraftaverk til að leiða fólk sitt út úr Egyptalandi. And it's interesting that that was the road of Moses. He was always working with that, with the ships. Og það er merkilegt að þetta var stafurinn sem að Móse var alltaf að vinna með þegar hann var að passa upp á kindurnar. But when he threw out, it became a snake. Hann hendi stafnum út og hann breytist í snakk. And it's so really a snake that he ran out of it. Og honum brá og hann hljóp frá honum. So God said, I am a powerful God, and I'm going to do miracle to bring my people out of Egypt. Guð sagði, ég er máttugur Guð og ég mun fremja kraftaverk til þess að leiða fólk mitt út af Egyptalandi. And then Moses said to God, I'm not eloquent. Þá sagði Móse, ég er ekki málsnjall. Then what God says to Moses, verse 11, 12. Hvað segir drottinn við Móse í versi 11 sjáum við það? So the Lord said to him, who has made man's mouth? Or who makes the mute, the deaf, the seeing, or the blind? Have not I the Lord? En drottinn sagði við hann, hver gefur manninu málið? Eða hver gjörur hann mállausan, eða daufan, eða skyggnan, eða blindan? Er það ekki ég, drottinn, sem gjöri það? Now therefore go, and I will be with your mouth and teach you what you shall say. Far nú, ég skal vera með munni þínum og kenna þér hvað þú skalt mæla. So Moses gave another excuse in verse 13. And what was the solution that God now set for Moses? Og svo kom önnur afsökun frá Móse í versi 13 og hvað sagði drottinn þá? Verse 14. So the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, is not Aaron the Levite your brother? I know that he can speak well, and look, he is also coming out to meet you. When he sees you, he will be glad in his heart. Og í 2. Mósebók 4:14 segir, þá reiddist drottinn Móse og sagði, þá er Aron bróðir þinn Levitín. Ég veit að hann er velmáli farinn og meira að segja, sjá, hann fer til móts við þig og þá er hann sér þig mun hann fagna í hjarta sínum. Verse 16. So he shall be your spokesman to the people, and he himself shall be as a mouth for you, and you shall be to him as God. Hann skal tala fyrir þig til liðsins og hann skal vera þér sem munnur, en þú skalt vera honum sem Guð. You see here, when we give excuse to God, God has a solution. Þannig að þið sjáu, ef við komum afsakanir til Guðs, Guð er alltaf með einhver svör. When Moses was saying to God, I cannot go for this, God said, you can go because this, and this. Og þegar Móse sagði, ég get ekki farið út af þessu, þá sagði Guð, þú getur farið út af þessu. And God is calling people today. Og Guð er að kalla fólk í dag. God is calling me and you to do his work. Guð er að kalla okkur til að starfa fyrir hann. And then I ask you, what are the excuses that you are giving to God to not do his job? Og hvaða afsökunar eru þið að gefa Guð til þess að starfa ekki fyrir hann? See, we are here, and God said to each one of us, go and make disciples of all nations. Við erum hér og Guð segir við okkur, geri lærisveina allum þjóðum. You can read that in Matthew that we read in the beginning. God Okay. saying, go and do the job for, invite people to come and to get to know me.
Við lásum það í Mattheusarguðspjalli áðan, bjóði fólki til að koma og kynnast mér. And we can read now in Mark 16, Og við förum í Markusarguðspjall 16. kapla. when God was talking to his disciples, Jesus Christ was talking to his disciples Þegar Jesús Kristur var að tala til lærisveina sinna and sent them, he says, Mark 16, verse 15 and 16. Markusarguðspjall 16, 15 og 16. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Hann sagði við þá, farið út allan heim og predikið fagnaðarerindið öllu mannkyni. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. So God asked the disciples to go all over the earth and preach the gospel. And what did they do? Og Guð bað lærisveinum að fara yfir allan heiminn og predika fagnaðarerindið, og hvað gerðu þeir? Verse 20. Í En- versi 20. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs that God made to them. Þeir fóru og predikuðu hvarvetna, en Drottinn væri í verki með þeim og staðfesti boðun þeirra með táknum sem henni fylgdu. So, the purpose that I am studying the call of Moses today with you Ástæðan fyrir því að ég að predika upp úr þess annar Mósebók til ykkar í dag is to let myself and yourself know that God is still the same. að koma því áleiðis fyrir ykkur og fyrir mig að Guð hefur ekkert breyst. That God didn't change. Hann sá sami. That he wants to save the world. Hann vill frelsa heiminn. And that to save the world, he doesn't have anybody else except me and you. Og til að frelsa heiminn hefur hann engan annan heldur en mig og þig. We are the missionaries that God has in this place. Við erum trúboðarnir sem að Guð hefur hér. So how does your brother that is not Adventist get to know the truth if you don't tell him? En hvernig getur bróður þinn sem ekki aðventist kynnst honum ef þú segir honum ekki frá? How does your neighbor get to know the truth if you don't tell him? Og hvernig getur nágrannið þinn kynnst sannleikanum ef þú segir honum ekki frá sannleikanum? How does your friend that works with you get to know the truth if you don't tell him? Og hvernig getur vinur þinn sem vinnur með þér vitað sannleikan ef þú segir honum ekki frá honum? So God is calling us to do his job. Guð að kalla okkur til þess að starfa fyrir hann. The Scots missionary Skosku trúboði that was working in India, his name is Alexander Duff, sem hét Alexander Duff og var að vinna á Indlandi, returned to his home in Scotland fór heim til sín til Skotlands because he was working so many years og því hann vann svo mörg ár and he was so ill that he said, I'm going home to die at my home. og hann var svo veikur að hann sagði ég ætla að fara heim og deyja þar. So when he went back to Scotland, Svo þegar hann kom til Skotlands he wanted to preach in his church. að þá langaði hann að predika í kirkjunni sinni. And in one meeting that he was preaching, he appealed to his fellow countrymen Og þegar hann var að predika þá gerði hann kall til samlanda sinna to come forward and continue the work that he was doing. að stíga fram og halda áfram með starfið sem hann hafði hafið. So he did the appeal for the people from the church, please, anybody here is ready to go out and keep on the job that I was doing there? Og hann kallaði til fólksins, getur einhver komið hér fram og haldið áfram þessu starfi sem ég var að sinna. And when he looked, nobody answered it. Og það svaraði enginn. Then he did again and insisted and said, is anybody here?
wants to do the work that I was doing there? Og það svaraði enginn en hann gerði aftur ákall. Er einhver sem vill taka við? Nobody answered. Enginn svaraði. Then he said, Þá sagði hann, the job there that I was doing starfið sem ég var að vinna að to let people get to know Jesus as their Savior til að hjálpa fólki að kynnast Jesús sem frelsara sínum has to be done, but I don't have strength. I'm nearly dying. en það þarf að gera þetta en ég get ekki lengur af því ég er við það að deyja. But nobody answered. En enginn svaraði. And just faint and fall down on the floor in front of the church. Og svo leiði yfir hann þarna fyrir framan alla í kirkjunni. Then there was a doctor in the church, and they just picked him up and took him outside and started to work with him so he could be alive and so on. And, Þannig að það kom hann að læknir og þeir bára hann út úr kirkjunni og voru að hjálpa hann á fætur. and suddenly he opened the eye En allt í einu opnaði hann augun and he said, I want to go back there and do it again, appeal for people to go. og hann sagði ég vil aftur gera kall til fólksins til að komi að vinna, starfa fyrir Guð. But the doctor said, you are so weak. En læknir sagði þú ert allt of veikur. How can you go there? Hvernig geturðu farið þarna fram fyrir fólkið? But he didn't give up. En hann gafst ekki upp He went back. og hann fór aftur. And when he was returning, Og þegar hann var að snúa he said to them, tilbaka, when Queen Victory þegar að Viktoría drottning invite volunteers to go and for a war, bað fólk að bjóða sig fram til að fara í stríð, many young people just said to Queen, yes, I go for you. fullt af ungu fólki fór til drottningarinn og sagði já, ég skal fara. But he said, but now the King Jesus is calling you to go, En nú konungurinn Jesús að kalla ykkur, but I don't see any answer. en ég sé ekkert svar. Very well, he said. Allt í lagi, sagði hann. If Scotland has no more young men to send to India, Ef að Skotland á ekki fleira ungt fólk til að senda til Indlands, I will go again myself. þá mun ég fara sjálfur. So people there will know that at least one Scot still care for them. Þannig að fólkið í Indlandi viti að það er allavega einn Skoti sem þykir vænt það. And as he left the pulpit, Og þegar hann fór niður úr ræðupúltinu, the silence was broken þá heyrðist hljóð by a crowd of young people that said, yes, I will go, yes, I will go. Það var stór hópur ungs fólk sem sagði já, ég vil fara og ég vil fara. So after his death, many of these Scottish people, young people, went to do his work there in India. Þannig að eftir að hann dó þá fórum margt ungt fólk til Indlands til að starfa það sem hann var að starfa við. So my question to you today, are you ready? Spurningi mín til ykkar í dag, eru þið reiðubúin? Or are you going to be like those people that didn't answer God's call to do his missionary? Eða ætla að vera eins og fólki sem svaraði ekki til þess að fara sem trúboðar? There are many people outside that don't know Jesus. Það er mikið af fólki fyrir utan kirkjuna sem þekkir ekki Jesús. And it's our mission. Og þetta er okkar starf. Because Okay, they Katlin. don't know Jesus, but we know Jesus. Við þekkjum Jesú en ekki þau. There are people that are waiting for us Það er fólk sem er að bíða eftir okkur. because we have good news that they don't have it. Við erum með svo góða fréttir sem þau hafa ekki. So, what is your answer today? Hverju svarið þið í dag? Like God need people to go to Egypt, like he invited Moses, he's inviting you today. Alveg svo Guð bauð Móse fara til Egyptalands, eins er hann að bjóða þér í dag. Are you ready? Eru þið tilbúin? Reiðubúin? God bless you. Megi Guð blessa ykkur.
Við skulum syngja. Þakka ég kærlega fyrir Ossi og Vigdís. Fram til bjargar þeim, númer 432. Dear Heavenly Father, which art in heaven, Kæri Drottinn, þú sem ert á himnum, we thank you for today. þakka þér fyrir þennan dag, We thank you for your presence with us. þakka þér fyrir nærveru þína hér í dag, Thank you for your word. þakka þér fyrir orð þitt And thank you for the calling that you are doing for us today. og þakka þér fyrir köllunum sem þú ert að koma með í dag. As you called Moses to do your work, Eins og þú kallaði Móse til að starfa fyrir þig, we believe that you are calling us today. og trúum við því að þú ert að kalla okkur líka í dag. Please be with us and send us to do your work. In Jesus' name we pray. Amen. Já, ég bið að þú sendir okkur til að gera þitt starf í Jesú nafni. Amen.
takk kærlega fyrir Ósi fyrir þín orð og Vigdís fyrir þýðinguna, Guðrún fyrir að spila og ykkur öll fyrir að viðstödd hér Guðþjónustuna. Það eru nokkrar tilkynningar, þannig að fyrir spænskuna þá hvet ég ykkur til að setja á heyrnartólin. There are some announcement. En seinna í dag